Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðunni. Klukkan 8, þá segjum við fréttir og hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Við viljum að byrja á, úti fyrir ströndum Palestínu. Já, þetta fréttir af frelsisfleyjunum sem að hafa núna verið þá leið sinni til Gaza, eru farin að nálgast ansi hratt og sá fyrir sér að þau eru komin á næsta sólarhring, en samkvæmt nýjustu fréttum þá hafa ísraelsk stjórnvöld eða innrásarherinn komið borð, eða brotist borð, þau byrjuðu á að trufla útvarpsbylgjur og taka rafmagn okkar með eitthvað svona truflunarbúnaði. Talstöð og síma og svona, það var sagt frá þessu í El Pais að þetta voru þarna voru komin 20 skip einhvers konar í kringum þessi fremstu meðal annars blaðamaður El Pais sem þarna sambandslaus. Já. Og þetta var, ég tók eftir því ég fór svona rúmt eins og vanlega, að þetta aðalfréttin í öllum Miðjarðarhafslöndunum og í Frakklandi, en þetta ekki sama frétt í norðurinu. Nei, það ekki. Hvers vegna? Ég veit það ekki alveg. Nei, þetta auðvitað ótrúlegt afrek hefði þetta tekist. Ég held að sé nú samt mjög ljóst að það muni. Þetta áður eða ekki? Jú, sko. Þá var þeim snúið frá. Já, og svo hefur þessi félagsskapur, þessi flótilla Sumud, þetta hefur verið til alveg frá 2005. Ég held að hafi verið 2010 þegar að ísraelsk fór borð í eitt svona fley sem var þá á leiðinni með vistir til Gaza og myrti þar 10 sjálfboðaliða. Núna eru allra augu á þessu verkefni, einfaldlega vegna þess að ástandið á Gaza fyrir allra augum. En Spánverjar hafa tekið ákvörðun um að hörfa. Og úr þessum hópi? Úr þeim hópi sem þeir sendu þarna svona freigátur til þess að fylgja þeim. En Ítalarnir fóru í gær? Ítalarnir fóru í gær og Spánverjarnir þeir gerðu og eru svona að hörfa. En ógeðið heldur áfram á Gaza, frétt frá þeir alltaf að telja? Já, talan komin bara síðan núna rétt fyrir fréttatíman, komin upp í 65. Það var gerð stór árás núna á spítala. Rauði krossinn, hann farinn af svæðinu og síðasta svona alþjóðlega mannúðar eða hjálparsamtöki sem að fara, þannig að nú engin eftir nema Palestínumenn og ísraelski herinn. Já, og þetta alveg hræðilegt, en það sást þarna í fyrirsögninni einmitt að Al Jazeera fylgist líka grannt með þessum skipverjum, en við erum með myndband af því þegar að Ísraelar You are instructed to keep your course. Any further attempts to sail toward Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Þannig mátti heyra eitthvað svona ísraelskan svona hermann gefa þeim afarkosti ef þau koma og gefast upp, þá verður þeim ekki meint af og annars slíkt, en annars séu þau komin á þar sem talað combat zone eða svona stríðssvæði, og þar hafið þau ekki heimild til þess að vera og byrjuðu þau ýmist að hörfa eða að gefast upp og skilja vistirnar eftir hjá sér. Þær verði þau muni koma til skila, sem við vitum auðvitað ekkert satt. Trúir ekki nokkuð maður? Akkurat. Við okkar fulltrúana? Nei, það ein frétt frá Spáni fyrst. Fyrir. Já, Sánchez, þrátt fyrir að hörfa, þá segir hann við Netanyahu í dag og tilkynnir honum þetta að það sé engin ógn af þessum flota og honum beri skylda til þess að skila þessu fólki heilu og á húfi og
og beita ekki ofbeldi. Hann hefur svona, leiðindur ámæli kannski fólks innan úr sinni ríkisstjórn og annarra í dag einmitt fyrir að hörfa. Þetta virðist vera svona eitthvað viðbragð við því en hann er nokkur harðorður þegar hann segir Netanyahu að þetta sé hans fólk, þau njóti diplómatískrar friðhelgi og það verði fylgst með þeim allt fram á síðasta dag en þrátt fyrir það þá ætlar Spánn að hörfa. Þá voru fréttir í íslensku pressunni að Maggastína, hún er á leið til Gaza í þennan frelsisflota. Já. Ég veit ekki hvað hún er stödd. Hún fór á 100 manna svona skipi í dag. Nei, þau lögðu úr höfn síðst á Ítalíu bara fyrir sólarhring. Og mér skilst að það séu 100 manns, þetta eru blaðamenn og mikið af heilbrigðisstarfsfólki sem er borð. Þau eru ekki komin hann alveg á sama stað og þessi fremstu bátar sem eru núna verið að hertaka og mér skilst að það bara núna rétt í þessu hafi tapast samband við eitt af fremstu skipunum og þar eru 20 manns borð allstaðar að úr heiminum og það er svona svolítið það sem gert það eru margra þjóða, allra þjóða kvikindum svona raðað á hvert bát til þess að hafa sem mest og víðtækst áhrif. Þannig að við náum ekki sambandi við Maggastínu til þess að tala við henni í fréttunum? Nei, ég reyndi mitt besta í dag en hún hefur ekki svarað. En þú ert með fleiri eitthvað af X-inu? Herðu, það er Ísrael Katz Leysinu hver fyrir sig? Já, sem er utanríkisráðherra Ísrael. Hann sendi frá sér þessar tilkynningu. Málið er að Ísrael nota miðilinn X mjög mikið í að koma sínum tilkynningum til skila. En þarna stendur að hann segir að svona IDF sem er innrásarherinn hefur undanförnum klukkustundu lokið hertöku Netzarim ársins upp á strönd Gaza. Hann segir að hver sem fer suður á bóginn verður að fara í gegnum eftirlitsstöðvar IDF og þetta sé síðasta tækifæri fyrir íbúa Gaza sem að vilja flytja suður á bóginn að fara núna. Þeir sem að verði eftir, þeir verði taldir hryðjuverkamenn og stuðningsmenn hryðjuverka. Sorry, IDF? Já, IDF, já. Já, EOF er... Já, fyrir ég bara sjóarinn að þið heitir Það er sagt að fólk þurfa að fylgjast með hvað afstöðu ráðherrarnir í stjórninni taka að þá er það ráðlegging að lesa frekar það sem er senda frá sér á hebresku heldur en ensku. Það er oft mildar útgáfan á ensku. Já, og hún er oft svona svolítið útvötnuð af vestrænum fjölmiðlum. En við erum með myndir af árásunum á Gaza, meðal annars gasvopnaárás í miðju Gazaborgar á tjaldbúðir, þannig lítill drengur maður sér þannig gasið í kring. En Hamas svöruðu Katz í dag sem er áhugavert og þeir tala að þetta sé bara birtingarmynd hroka og fyrirlitningar á alþjóðasamfélaginu og meginreglum alþjóða og mannúðarlaga og undanfari þessa stigmagna stríðisglæpi. Og þeir tala þjóðernishreinsanir og kerfisbundin nauðungaflutning og sé bara framinn fyrir allra augum. Hrottaleg hernaðaraðgerð og þeir biðla til alþjóða samfélagsins ásamt Arabaríkjunum og ríkjum Íslam að bregðast tafarlaust við og stöðva þessi alvarlegu og fordómalausu brot og glæpi gegn mannkyni. Þannig að þeir samt svöruðu nú reyndar ekki í dag hvort að þeir ætluðu að gangast við þessu friðartilboði sem að Netanyahu Trump. Þetta getur gefið til kynna að þeir ætla að hafna því. Ég held að það sé bara allar líkur á því en það er bara algjörlega mjög erfitt fyrir Hamas eða palestínumenn yfir höfuð að samþykkja þetta tilboð. Eins og manni finnst vera svolítið að koma í gegn í fréttaflutningi í dag. Við vorum reyndar að benda á þetta í gær. Magnea Marinusdóttir var í RÚV í kvöld en hún var hjá okkur í gær í mjög góðu spjalli sem ég hvet fólk til þess að hlusta á. Og mér fannst svona tónni sem við vorum að gefa í gær sé líkari í því sem er svona línan sem er verið að leggja núna í dag. Þetta er eiginlega tilboð sem að palestínumenn geta ekki
tekið. Ekki nema út frá okkur sjónarmiðu að sé betra að þiggja þetta í vonum að fá að borða og morðunum linni í smá stund og síðan sé mögulega ekki að sveigja umræðuna í einhvern eðlilegri farveg. En með því að skrifa undir þetta eru þau raunverulega að stroka yfir alla frelsisbaráttu sína undanfarna áratugi. Já, það og vanvirðing auðvitað fyrir öllum þeim sem hafa mist og tapað lífinu núna undanfarið 2 ár sérstaklega. Að það svona svolítið, svona vanvirðing. Já. Herðu, hérna heima að þar eru vangaveltur Play, aðalega Play á Möltu, það er sem sagt Play á Íslandi stofnaði dótturfyrirtæki á Möltu, flutti í flugrekstrar, eða fekk flugrekstrarleyfi þar og flutti þoturnar þangað, hefur verið í leiguflugi, meiri hlutin af þotunum hafa verið í leiguflugi sem er rekið þarna út og þetta er úr mokkanum í morgun, þarna var óskýr svör, MBL kom síðan með það í eftirmiddaginn að sem sagt þeir sem hafðu keypt skuldabréfin með veði í raunverulega þessum samningum öllum í kringum Möltu, að þeir hefðu tekið yfir félag á Möltu. En svo voru fréttir af því að skiptastjórarnir, að þeir ætla að skoða það. Og við vitum það að það er hægt að rifta samningum aftur á bak, en það er náttúrulega bara hægt ef það er verið að hygla einhverjum eða eitthvað að selta á einhverju svakalegu undirverði, þannig að ég myndi ekki halda það þótt að skiptastjórarnir fá áhuga á málinu, að það sé þar með sagt að þessu verði rift. Nei, þetta er hvað ekki, 2,8 milljarðar. 2,8 milljarðar sem og það er gefið út veð í skuldabréfaútboði. Þarna birta lífeyrissjóður þarna meðal. Þannig þeir hafa keypt 1,7 milljarður rúmlega. Já, sem að þeir töpu í hlutafé. Þeir eiga miklu minni hlut inn í þessu 2,8. Og þar þeir reyndar, getur maður hort á það, stundum er kallað að þú hendir góðum peningum eftir slæmum, að freisting sem þú ert búin að fjárfesta eitthvað, þá heldur áfram að henda peningum í það. En líklega hafa þeir leyft sér að kaupa skuldabréfin út af veðunum sem eru þarna. En það kannski munum lögfræðingarnir ná að deila um þetta. Þetta stefnir í langvarandi deilu. Það er eftir að koma alls konar hlutur upp í sambandi við þetta. Eitt er hérna frá MBL sem ég veit ekki hvort það sé jákvætt að heimsferðir. Þetta er hérna nýjir eigendur að Play á Möltu, voru búin að færa fyrir það. En við tökum bara næstu frétt. Það eru heimsferðir bæta við sig aukaflugum til Spánar 18 aukaflugum. Eftir fall Play. Það er náttúrulega hluti af businessmódelinu sem eftir var af Play var að flytja Íslendinga til Sólarstranda og í golfferðir og annað slíkt. Þannig að heimsferðir og svona fyrirbrigði er mjög líklegt að þau fylli bara upp í það gat. Það er ekki þannig að það séu verið 1000 manna á Íslandi sem vilja endilega fara í golfferðir og enginn sé til að fljúga með þá. Nei. Það er það sem er verið að tala um að það verði til ný störf. Það er reyndar það sem ég heyri þá golf færast svolítið frá þessum frá Portúgal og Spáni, Tyrkland svo víðar Sahara er góður hvað kallar þetta sandgrifja? Bunker á alþjóðamálinu. Gæti verið þangað. Þannig að golfararnir eru að fara lengra sem er ódýrara. Já, það er ekki annars til dæmis í klúbnu sem ég þar verður ferði núna í haust held ég sem er til Tyrklands. Já, af því það er ódýrara. Tyrkland er náttúrulega eins og Spánn var fyrir kannski 30 árum. Þannig að þetta ferði tvöstur. Herðu í Kristjánsborgarhöll, þar er fundur Evrópu Evrópusambandsins og Danir hafa formennsku þar og þess vegna er þetta þarna í Danmörku. Og þarna eru gríðarlega stór mál. Þetta er nú út af einhverjum fyrirsögnum politíkin er að Macron hafi einhvern veginn hneykslast á því hvað Mette Frederiksen var að segja. En ég er með aðra frétt frá Berlínske, það sem dregur svolítið fram átökin sem eru þarna. Annars það sem menn og konur ætla að reyna að koma þarna í gegn er að Evrópusambandið samþykki það að taka eigur Rússa sem voru geymdir í bönkum sem er gjaldeyris varaforði Rússa sem var geymdur í Evrópu. Og þetta eru eitthvað stað svona í kringum 20.000 milljarðar íslenska króna. Ég veit ekki hvort að fólk eitthvað skilji hvað það er. Það er svona rúmlega 4-föld landsframleiðsla á Íslandi. Og þetta eru peningar sem að þeir vilja taka og leggja til Úkraínu, en mun náttúrulega fyrst og fremst fara til Bandaríkjanna að kaupa vopn handa Úkraínu vegna þess að Trump er eiginlega búinn að segja það að hann ætli ekki að eyða krónu
Það er ekki að gefa krónu viðbót til Úkraínu. Hann ætlar að taka auðlindina þeirra, hann er búinn fyrir það sem er búið að leggja til. Þannig að Evrópuþjóðirnar til þess að geta viðhaldið stríðinu og vörnum Úkraínu, að þá eru þeir að leita einhverju peningum, því að fæst af þessum þjóðum væri til í að leggja þetta að fara að skera niður hjá sér til þess að gera þetta. Það er Orbán sem var myndin af þarna, hann stendur í vegi fyrir þessu. En evróskir vopnaframleiðendur, eru þeir? Þú ert að borga fyrir það, sko. Já, alveg eins og Bandaríkjunum. Já, það er svona ætlar að taka eigur Rússland. Ég skil það. Þannig að ef Orbán stendur í vegi fyrir því, að þá er erfitt að sjá hvar þeir alltaf finna peninginn til að kaupa vopnin. Hvort sem að kaupa Evrópu eða ekki. Er Orbán þannig orðin bara rödd skynseminnar? Nei, kannski ekki, hann hefur völd. Evrópusambandið er þannig að það verður allir að vera samþykkir. Einmitt. En maður finnst þetta skrýtnar tilfærslur, sko, að ætla að taka hann úr einhverju niðurstöðu Rússa til þess að drepa þá. Þetta hlýtur líka bara, þetta heldur ekki vatni fyrir alþjóða dómstól, myndir maður halda, sko. Líklega fá lönd svona í suðrinu sem að munu geyma peninga sína á Vesturlöndum eftir þetta. Akkurat. En aðeins að því að við erum að tala Orbán, að það er líka verið að tala þarna að flýta, að Úkraína geti gengið inn í Evrópusambandið. Þar hefur Orbán alltaf verið á móti. Og síðan þegar umræðan dýpkar, að þá er svolítið að koma í ljós að það eru umræðan fleiri lönd inni sem eru sammála, eins og Grikkir, þessi Spánverjar og eitthvað fleiri sem eru bara eiginlega ekkert á því að Úkraína kom inn, vegna þess að ef Evrópusambandið tæki Úkraínu inn, að þá er það náttúrulega óheyrilegu kostnaður sem að Evrópusambandið myndi hafa af því að byggja upp Úkraínu. Þannig að þetta hangir allt svona svolítið í lausalofti og við höfum eftir að heyra meira frá Orbán. Ein frétt frá New York Times sem að tengist þessu, að það sem þessu hótun liggur í loftinu, að þá hefa Rússarnir sagt að við munum verða með hefndaraðgerðir ef þetta verður gert. Kannski er það svona drónaflug hér og þar. Það er líka verið að ræða það sem að Ursula von der Leyen var að segja að það er að búa til svona hjúp í kringum Evrópu til varnar drónárásum. Ég held að það er eitt af því sem það er ekki mikil sátt á þessu fundi. Iron Dome, svona eins og er utanverðum Ísrael. Það er ekki mikil. Það er nú Ítalir sem hönnuðu það. Það er gaman að segja frá því. Iron Dome-ið. En ein frétt sem að tekist þessu sem er frá CNN, að það er að Trump er að leyfa, og það er Pence, varaforsetinn sem er að segja það, að það er heimila Úkraínumönnum, því að þó svo Evrópumenn borgi fyrir vopnin, að kaupa Tomahawk eldflugur og skjóta inn í Rússland. Það er það sem ríkisstjórn Trump er að samþykkja, að leyfa Úkraínumönnum að gera beinar árásir á Rússland. Sem tengist þessu sem hann hefur verið að segja. Það er bara, þetta er alveg hryllilegt ástandu þetta. Maður getur ekki ímynda sér hversu djúpstæðar afleiðingar það verði bara hnattrænt ef að Úkraínumenn fara að skjóta inn svona kraftmiklum flugum og kjarnorku veldi. Akkurat. Það er svolítið tímamót í heimsögunni. En það er einn frétt frá RÚV sem er fyrirverandi utanríkisráðherra okkar var út í Evrópu, var að segja það að Evrópumenn ætti að taka stuðning við Úkraínu eins og bara þessi rússaskattur sem að menn verði bara að axla. Þannig að það er víða rætt þetta. Herðu, fara upp í Bifröst í Borgarfirði. Þar er Borgarbyggð er svolítið að kvarta yfir því. Þarna var eins og skóli. En þarna eru núna byggð hælisleitenda, eða ekki hælisleitenda, þeir sem hafa fengið dvalarleyfi. Þetta eru fyrst og fremst Úkraínumenn sem hafa verið að flýja stríði í Úkraínu sem að búa þarna. Við höfum stundum sett fréttir frá þessu að þau eru svolítið skilin eftir. Það eru enga samgöngur þarna. Þannig að þau hafa sára litla möguleika á því að sækja sér vinnu. Þau eru lokuð þarna. Þau eru náttúrulega ekki með bíla eða ég held þessi ekki eins og íslensk bílpróf, eða líklega er úkraínska bílprófið viðurkennt. Þannig að þau sitja þarna eftir og Borgarbyggð hefur verið að kvarta yfir þessu, að verða að gera eitthvað í þessu vegna þess að það sem að þau get ekki sótt vinnu og eru strandaglópar upp í miðjum Borgarfirði, að þá leggst allur kostnaðurinn á Borgarbyggð. Þetta er töluverður hópur af fólki, þetta er svona lítið hóp. En ég meina, hvað stendur í vegi fyrir því að Borgarbyggð opnir hreinlega bara litla heilsugæslu og leikskóla þetta svo frá? Þetta er náttúrulega frekar lítið, þannig að kannski er þetta ekki það margir að það standi undir einhverju svona sjálfstæðu rekstri. En það er ekki einu sinni rúta sem að gengur á milli, sko.
Ekki strætó? Nei, ég held að það er svo strætói sem að gera líklega til Hólmavíkur kannski? til Akureyrar, það stoppar að það. Ég veit ekki, sko. Það er kannski einu sinni á dag sem að... Ég skil þetta fólk á, þetta erfitt að vera þarna og svo núna kom allt myrkrið og annað, sko, þetta bara... Þau eru búin að vera þarna í meira, þau voru líka sér svo veitur. Þetta er raun kuldunum í Úkraínu? Önnur frétt úr Morgunblaðinu. Það eru ungir Úkraínumenn flýja hingað. Þetta tengist náttúrulega því sem vorum að það er mjög mikið erfiðleikar núna í Úkraínu að manna herinn. Og þetta er aukning á 18-20 ára flóttamenn sem fjölgar. Þau vilja ekki berjast. Þetta er ekki... Vilja ekki fara í stríð. Vilja ekki fara í stríð og maður skilur það bara óbærslega vel. Það vita þetta snertir allar fjölskyldur í Úkraínu. Það eru allar fjölskyldur sem einhver hefur fallið eða einhver hefur örkumlast og annað slíkt. Og menn vita það að það að fara að vera sendur á fremstu víglínu er ekki... Það er mjög líklegt að þú verði fyrir einhverjum hryllingi. Þannig að fólk flýr og það er komið alveg annars hingað. Herðu, ég ætla að taka eina fréttin úr Guardian. Það er það eru 20,5% fanga í Bretlandi eru með erlendan ríkisborgararétt og það eru 20% sem eru með erlendan ríkisborgararétt af fjöldanum. Það hefur verið bent á þetta. En það sem eru fleiri fangar heldur en það hlutfall fanga er hærra heldur en meðal almennings. En þá hefur þetta stundu verið notað svona í áróðri fyrir að við höfum ekki hleypa útlendingum inn. Þarna hafði eitthvað fyrir sér að leiðrétta þetta fyrir aldri og öðru slíku. Því að það eru eins og ungir karlmennur líklegri til að fremja afbrot og svona. Og ungir innflytjendur eru miklu yngri heldur en hópurinn sem innfæddra. Þannig ef það leiðrétt fyrir þetta þá kemur í ljós að hlutfall fanga er miklu minna meðal innflytjenda og erlendra ríkisborgara heldur en innfæddra. Og þetta er svo komið fram í öllu löndum og alltaf kemur þessu upplýsingar fram en það stopp ekkert áróður. Nei. Það var skal það sem betur hljómar. Er þannig að þið vorum í Bifröst og þá er frétt frá akureyri.net sem er háskólarnir verða ekki sameinaðir. Það stóð til að sameina háskólarnir á Bifröst og Akureyri. Já, þetta er bara heilmikið drama. Ég held ég viti megin hlut ástæðinu svo að Akureyringar vilja að nafnið haldist, háskólinn á Akureyri. Að bæjarnafnið verður að koma inn í heiti á skólanum. Og okkur vilja menn ekki gefa það? Það er kannski einhverju gamli bifreiðstingar sem vilja líka þeirra nafn haldi, sko. Ég held þetta sé verið að takast á svona titlingarskítil út, sko. Ég hef nefnilega séð þetta sama, Sigurjón. Það hef ekki komin inn svona sterk rök fyrir því hversum þetta ætti ekki að ganga upp. Það er eitt sem er kannski ekki titlingarskítur í þessu, vegna þess að Bifröst, náttúrulega það er engin starfsemi upp á Bifröst, það er bara flóttamannabúðir. Af því að Bifröst er orðið bara fjarkennsla frá aðtöluga. Og ég held að margir á Akureyri óttast að sú aðferð muni færa sig yfir á háskólann á Akureyri. Þeir eru með svolítið þannig líka. Það verði ennþá meira, þannig að því að margir akureyringar segja og hafa reynslu af því að innkoma háskólans til Akureyri hafi gerbreytt bara bænum. Alveg. Ég veit ekki fólk hérna fyrir norðan, ég held þessi öll sammála það. Já, herðu Logi Einarsson, menningarráðherra, hann var í fréttatímanum á Sín að svara fyrir þetta, hann var nú svona hálfdaufur kallir yfir þessu. Hann hafði gert þér ráð fyrir því í svona kynningum á sparnaði og aðgerðu sem hann var með meðal annars þessari sameiningu sem að hann reyndar sagði í viðtalinu að það stóð ekki til að spara peninga beint á þessu, heldur að nýta það betur hann í að námið yrði betra og hann sagði að það veri möguleiki á einhver svona samstarfi milli skólanna og þetta veri ekki svona bein sameining þannig að kannski mun eitthvað kemur út úr þessu. Já. RÚV var með nýja gallup-könnun. Við höfum alltaf svolítið gaman að þessu. Já. Ég setti inn bara breytingar á þingmönnunum. Samkvæmt þessari könnun er Samfylkingin að bæta við þessi 9 þingmönnum sem er náttúrulega, ég held að það sé bara Kristrún Frostadóttir sem er í ríkisstjórn og Meloni á Ítalíu. Þetta er einu ríkisstjórnunar sem flokkurinn sem leiðir ríkisstjórnunar er að bæta við þessi könnunum eða kostingum. Og það er ekki lítið, sko. Þetta er alveg ótrúlega mikið. Já, 9 þingmenn, þetta er svakalegt. Og þetta gerir það að ef þetta verður úrslit kosninga þá geti Samfylkingin og Viðreisn
mynda sama ríkisstjórn. Tveggja-flokkastjórn. Já. 63 þingmenn. Einmitt. Það er ekkert annað. Ekki 63, það er nú 63. Nei, 33. Já. Takk þarna fyrir að ég- leiða þetta mig, ég myndi til Já, en ég 33 af 63. Já, ég setti ekki fjöldan, en bara breytingarnar. Já. Að Samfylkingin nær 9 og þar af tekur hún sko 8 frá samstarflokkunum, 6 frá Flokki fólksins og 2 frá Viðreisn. Já. Viðreisn sko var í svona smá flugi en það virðist vera að bæði maskína og Gallup sýnir að það flugur ekki í gangi. Já. En framsókn síðast var ekki inni á Gallup. En framsókn kom bara Það er núna, hvað er það, 5,6? Já, þeir verður með 4 þingmenn. Já. Eins og reynda Flokkur fólksins. En VG og Píratar og sósíalistar eru ekki inni og sósíalistar eru þarna neðstir. Píratar meldust inni í maskínu. Já, mikið rétt. Og Með ég einn alla. rætti held ég þegar við vorum með þetta við svona aðeins bíða kannski að draga áleitina. Það gerist oft í könnunum. Það kemur eitthvað svona slag sem að borga sig aðeins að þarna er ekki að sjá eina sókn neinna þessara flokka sem er utan þings. Nei. Og ég held líka að ég grunum það sko að Samfylkingin komist eiginlega ekki herra, þeir eru bara komin undir þakið sko. Já, ég held að. En það fyrir þau er þetta glæsileg staða. Það er ekki að fara að sjá Samfylkingunum með 40% fylgi. Nei, ég held að það sé ekki. Ég held að muni dala svona hérna í Ég bindi ennþá mikla vonir við að það verði bara sterkur flokkur á vinstrivæng sem að verði í boði fyrir. Vinstramegin við Samfylkinguna. Já, alveg, og vel vinstramegin við Samfylkinguna. Nógu tími til að búa það til að kostið 3 ár eða þessi ríkisstjórn lifir. Herðu, það er úr pólitíkinu, við erum komið þangað. Það er val á þingflokksformanni, Bergþór Ólason, hann hætti og ég held að hann væri alltaf að vera að bjóða sig fram sem formann og þetta væri allt saman afgreitt og það er bara tilkynnt hver þetta að vera þingflokksformaður. En það er eins og þetta sé ekki alveg skipulagt. Nei, það er bara hnútur á snærinu sko. Það er bara, nú eru Simmi að fara að leysa hnútinn. Ég finnst eins og þetta sé eitthvað ósætti sko, að hann bara nenni þess ekki lengur vegna einhverja hluta, en Bergþór sko. Hann hefur dreigið vagnir svolítið því að... Já, hann hefur verið bara helsti talsmaður flokksins. Og hann er svona vél sem að gengur sem að allir vita að Sigmundur Davíð er ekki sko. Sigmundur Davíð, hann gengur bara í svona guðsum sko, stundum er hann í stuði og stundum hverfur hann. Tengist eitthvað þessari hvatningu fyrir sunnan að Snorri Másson yrði varaformaður flokksins, það yrði tekið upp, verður sem tekið upp aftur varaformanns. Já, ætli Bergþór hafi verið sár. Heldur að Snorri verið varaformaður? Já, ég veit það ekki. Ef Sigurður á Andersen... Jú, ég er ekki til þess að. Ef Sigurður á Andersen verið ekki þingflokksformaður, ég er að slá því. Sigurður á Andersen verið þingflokksformaður. Með mikla reynslu. Já, og þá geti Bergþór komist inn í varaformannin. Ég held að verið þannig. Já. En María er að segja... Ég er að segja að Snorri Másson fari í varaformannin. Að því að Sigmundur er eins og hann er, þá verður hann hafa varaformann sem er svona, þú veist, kann þetta, þú veist, hefur gert þetta áður. Ég var bara að lesa í dag þar sem að var að hæla Snorra. Hvað var það? Ég veit það ekki. Hann er svo fyrst liðsmann til að halda flokknum á sporinu sko. En það er alveg sama hvað við segjum, einhvern tíma munum þetta bara að koma í ljós, hvað verður þingflokksformaður, Miðflokksins og hvað verður varaformaður. Ég tek eina frétt úr því að næstu kosningar eru Suðvesturkosningar og það er í Árborg, þar var Viðreisn í svona bandalagi meðal hans með Pírötum og þeir ætla að bjóða fram sjálfstætt og ég held að verði núna þannig að Samfylkingin mun aldrei vera með sitt eigið framboð allstaðar. Það þýðir að Garðabæjarlistin, Ísafjarðarlistin og fleiri svona verða listur upp. Og sama ég við Viðreisn, þess að þeir hafa verið í svona bandalagi. Þeir hafa verið með ágætis útkomu svona í þingkosningunum. Eða þess að í mælingu og ég held að hvoru þessi flokkar hafi áhuga á því að vera í einhverju svona bandalagi. Og þá kemur að því sem að María er að segja, þá er náttúrulega ákveðið tómarúm sem er þá vinstra megin við Samfylkinguna, hvað allar það lið allt saman að gera. Svandís var hérna hjá okkur á sunnudaginn, hún sagði að VG ætlaði að bjóða fram undir eigin nafn í Reykjavík. Ég heldur þetta að sé þannig að formaður mun alltaf segja þetta. Ef þú segir, njá, ég veit það ekki, það er eiginlega alveg. Þú verður sérstaklega þegar er til dæmis stutt til kosningana. Það verður að vera ákveðin. Svo kann það breytast náttúrulega.
Herðu, það var Varða sem rannsóknarsetur ASÍ og BSRB birti skýrslu í dag. Það sem kemur fram sérstök staða innflytjenda sem eru á lægri launum og eru verðstættir. Þrátt fyrir hærra menntunarstig heldur en innfættir. Já, bara kannski ekki fá ekki alltaf vinnu með menntunum. Bara langt í frá. Þannig kemur líka fram hvað staða húsnæðismarkaði skiptir miklu máli. Það eru, ef þú ert leigjandi þá það bara eins og að fá bakpoka með 30 kílóum eitthvað og alltaf hlaupa af stað. Það er Já, en svo kom líka fram að þeir innflytjendur, eða hvað maður kallar þetta fólk, segir það bara innflytjendur, að þeir eru hlutfallslega meira í atvinnu heldur en við. Já. Mjög, já. Það komið fram áður. Atvinnuleysi ég veit það. En það er ekki að segja þetta, það kemur alltaf eitthvað fram og segir að þetta er allt saman lið sem er komið hingað til að leggjast upp á kerfið. Já, sem það er svo auðhreykjanlegt og við höfum þessi gögn bara fyrir fram okkur, svona alveg svo breytanir með fangelsismálin, en það breytir því ekki að, þeir sem að... Ég þurfti að leita læknis þegar ég var á Spáni, Já, einmitt, akkurat. Herðu, en forseti ASÍ, hann dróð þetta einhvers staðar saman, hann að niðurstaðan væri svo að 70% landsmanna hafa það ágætt og 30% hafa það skítt. Já, sem er allt og mikið, Já, og þannig að maður stundum velti fyrir sér að þeirra vera ræðið þessu húsnæðismarkaðin og efnahagsaðgerðir. Af hverju erum við ekki að einbeita okkur að þessu 30%? Við verðum að leysa húsnæðisvanda þeirra. Já, ég var að lesa þingræði í dag. Það sem Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, var að tala efstu hæstu skattgreiðendunar, 2 efstu þrepin, að þetta væri fólki sem held í samfélaginu gangandi og þetta væri ekki allt hvítflippar, þetta væri sjómenn og fólk sem væri að vinna vaktavinnu og álverum og fleira. Ég nú ekki sem þetta sé allt rétt, það er kannski skipstjórar sem að ná þarna upp í hæfsta þrepið, en samt þeir ekkert... Þetta er tekjuskattur sem er náttúrulega svolítið, en fátækafólkið sem er á leigumarkaði, það borgar náttúrulega fjármagnstekjuskatt þeirra sem er að leigja að þér. Alltaf að þú fyrir út í búð og þá borgar þú vask. Þannig það fólk er að borga hlutfallslega sínu. Það er tekið það sama af því lífeyrissjóðs og sama hlutfall. Víðast annars staðar er lífeyrissjóðakerfið einhvern veginn í gegnum ríkissjóð, það sem er hægt að beita því að þeir sem eru með hæstu tekjurnar borgi hlutfallslega meira heldur en þeir sem hafa litlar tekjur. Þannig að skattpíningin á þeim sem eru með lágar tekjur á Íslandi, ég held að það sé mjög rangt að taka bara tekjuskattin. Já, og svo líka ég held að í Finnlandi er það þannig að þú tekið fyrir umferðarlagabrot að þá ræðst sektin af tekjuðinum. Já, einmitt. Verði bílsins. Ég finnst að vera þeir sem að keyra á rauðu þegar það er á gangbrautum, ég held að það væri góð tekjuöflun, ég teki eftir því dýrar þessi bílinn er, því líklega að maður keyri yfir á rauðu. Það er rannsókn mín á gangbrautinu. Ég er alveg sammála þessu. Það er tengt þessu kannski, ég veit ekki, munið að við vorum með frétt í vikunni að eldra fólk hafi aldrei haft það betra. En það er náttúrulega bara þeir sem hafa það gott. En það er í Morgunblaði var með kröfu frá félagi eldri borgara. Það sem þeir að benda á að þeir hafa verið skildir eftir í samanburði við lægstu laun og þeir vilja fá leiðréttingu á því að hækka raunverulega grunn ellilífeyririnn út úr Tryggingastofnun. Þannig þetta er svona, við erum stundum að tína þetta til sem er svona verkefni sem að bíða og þrýsta á ríkisstjórnina. Þannig að það er ansi langur listi, við ætlum kannski pröfa eitthvað að taka það bara allt saman sem við erum að tilgreina Herðu, það er komið nýr forstjóri Hafrannsóknastofnunar, við sögum frá því í fyrradag held ég. En þetta er bráðabirgða? Já, svo sem hann var áður, hann var FOI þegar var auglýst staðan hans og rauk út. Nei, þegar hann hafa með skipuna tíma til mars. Og hann fann bara kulda frá atvinnuvegaráðuneytinu. Það var auglýst að því hann fikk 5 ár og svo stundum er þetta bara endurnýjað sjálfkrafa, það má, en það var atvinnuráðurinn ákvað að auglýsa. Og þá var hann frekar FOI og taldi þetta að vera vantraust. Og þessi maður, Eggert Guðmundsson, hann hefur verið forstjóri útgerðarfélags Akureyringa sem á HB Granda. Já, þannig að þetta er bara óska stórútgerðarinnar. Ætli það ekki?
Herðu, það liggur Þetta er niður... þetta mjög geðfeldur maður, sant? Það liggur niður niðri allríkið í Bandaríkjunum. Já, heyrðu, já. Það er ekki borga laun og það var reynt að koma frumvarpinu í gegn aftur í dag og það gekk ekki. Þannig það er járn í járn. Og það þýðir það að sumir verða mæti vinnu. Það er náttúrulega, löggan er að langstæstu leiti í fylkjónum og öðru slíku, en það eru nokkri sem að vinna hjá allríkinu sem að verða mæti vinnu, en þeir fá heldur ekki laun. Af því að fólki sem að reiknar út launina, það er ekki í vinnu. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið sérstakt. Allt í nú rennur úr fjárheimildum. Þetta skulle vera á hverju ári, sko, spenna út af þessu. Síðast var lokað fyrir 9 árum eða 7 árum, 2019 fyrir 7 árum. Þetta gerir það náttúrulega. Þetta er skrítið, þetta er bara mjög skrítið. En það er deilt þarna sem að demókratandi segja að vera að leggja áherslu á vegna þess að þeir vera að tryggja það að Medicare, eða þeir sem eru á svona bótum og líka aldrað fólk, að þau fá sína bætur. Og ég er með fréttina frá Fox, þar sem að varaforsetinn er að halda því fram að demókrati segir reyna að þrýsta í gegn í þetta frumvarp að ólöglegir innflytjendur fái peningu gegnum heilbrigðiskerfið. Já, ég held að sé mjög litla líkur á að ólöglegir innflytjendur fái peninga gegnum heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum nú þegar. Það er ekki þannig. Það er bara einmitt. En það er því að stundum að En maður velti fyrir sér, sko, ef maður tekur saman allar þessar fréttir núna undanfarið í þessa, hvernig Trump talaði yfir hausamótunum á öllum herfóringjónum og svona hvatti þá til að fara berjast við sitt eigi óvinnin og heima við, sko, og svo þessar vendingar, maður sér fyrir sér einhvern veginn að þetta sé að fara að rúlla ansið hrattinn í einhvers konar borgarastyrjöld. Og af þessum ástæðum þá ætlum við að vera alltaf á miðvikudögum með það sem við köllum Trump-tíminn. Og það byrja núna strax eftir fréttir. Þá fæ fólk sem hefur ykkur einsýnin í bandarísk stjórnmál og við ætlum að hafa þetta svona á miðvikudögum að við getum svona hægt og bítandi náð einhvern veginn utanum þessar stórkostlu breytingar sem er að verða í bandarísku samfélagi. Það er flott. Herðu, en í Kastljósi var Ragnheiður Sölvadóttir. Já, bróðir hennar var móður þeirra að bana. Hann er búinn að vera í langvarandi vandræðum, blessaðmaðurinn, sko. Bæði ekki heill og geði og svo fíkill og mamman líka, reyndar var það líka, sko. Þannig að hinn systkinin og fjölskyldan, það alltaf bara beðið hvenær gerist þetta, hvenær verður þetta meira, sko. Hann satt í fangelsi fyrir að hafa, sko, ráðist á mömmu sína og veitti náverka. Svo kemur hann út af fangelsinu og þá hefur hann ekki neitt að fara. Hann kemur bara út, hann er vanhill maðurinn og það er ekkert fyrir hann nema bara gata hann og er ekkert pælt í þessu. Og þá var fjölskyldan öll mjög áhyggjufull en hann endar sér með því að hann fer heim til móður sinnar og verður hann að bana. Og hann er nýsloppinn út. Nýsloppinn út. Já, nýsloppinn út og gat ekkert farið. Það var ekki sem tók á mót honum, ekki heilbrigðiskerfið eða neitt sem... Þannig að enn einn svona harmsagan sem að tengist svolítið svona getuleysi kerfisins á því að einhvern veginn sinna þeim sem að standa allra verst. Það er svo hryllilegt að skuli ekki vera hægt að koma í veg fyrir svona harmleiki. Þessi kona geti bara verið ennþá á lífi ef við hefðum bara gert hlutina þess betur. En hún sagði nú reyndar þarna systir hans, sko. Þetta var kannski líka spurning hvort þeirra er þetta undan, sko. Það er ekki að koma í veg fyrir allt en ég held að við hljóðum upp þessum málum sem við erum að hryllilegum morðmálum og bara hryllilegum málum að þá einhver hluti þeirra hefði ekki orðið ef við hefðum aðeins betra kerfi. Og þau tala það, systkinin í þessu viðtali, að það er ekkert, ári eftir að móðir þeirra er myrt, að bróður þeirra, hefur enginn tekið utan systkinahópinn og leiktu áfram inn í einhvers konar aðstoð. Þannig að við höldum bara áfram að einhvern veginn að brjóta gegn þessu fólki. Þetta er ljótt, þetta er það. María, þú myndist á ræðurnar sem að stríðsráðherrann, Hegseth, hann vill ekki vera varnarráðherra, hann vill vera stríðsráðherra, hélt yfir
herforingjónum og Trump hjælt líka að eitt af því sem hann að keyra núna í gegn, hann eiginlega að stoppa, það var þannig að þú gast klagað inn í hernum og sett svona nafnlausar tilkynningar af því að herinn er náttúrulega rosalegt hierarkí og segjum að þú sett offustu minn og sett eitthvað þukklámur og svona, þannig að það var boðið upp á svona leið til þess að tilkynna það á þess að ég þyrfti að segja það beint fyrir fram að þig. Hann er að loka öllu svona, hann er líka að loka öllum svona sem eru eitthvað svona upplýsingar sem að svona hinir valdaminni inn í kerfinu tæki sem að þeir höfðu til þess að það er hluti af þessu. Láta þetta líta út sem best út. Já, hann segir það bara fullum fötum að Vogue hafi eyðilagt bandaríska herinn og hann er breytt í þessum reglum. Ég sá eitthvað í varðandi skeggvöxt. Þú verður bara að raka þig. Þú verður bara að raka þig. Hann kallar þetta bírdós. Það eru þeir sem eru með skegg. Sem venjulega maður með skegg, það kallar það skeggjó. Já, en það verður, hann fer fram úr þetta verður gert með einhverjum svona ákveðnum hætti, eitthvað mjög hratt og það verður líka með mjókki, hann segir það svo óþolandi að sjá hermenn sem eru feitir og jáfnvel offustar sem eru að ganga gangana í Pentagon í Washington og svo er svolítið fyndið að maður beið eftir því að það tekið mynda af æðsta yfirmanni hersins sem er Donald Trump sem að samkvæmt stríðsverði bara að fara í ansi mikið af svona push-ups og þyrfti að mjokka til að fá að stýra hernum. Herðu, Trump, þetta er Trump-tíminn okkar hérna núna. Í LA Times er með það að YouTube bættist við Disney og Meta sem hafa gert sátt við Donald Trump sem hótaði málsóknum. YouTube var það að þeir tóku niður reikninginas eftir 7. janúar þegar var valdaránstilraun í Washington og hann fór í mál við þá. Og núna samanlagt eru þessi 3 fyrirtæki búin að fallast á það að borga $90 milljón sem eru svona tæplega 11 milljarðar íslenskra króna sem að kallið fær bara í vasan. Og það er náttúrulega hann hótar að fara í málsókn og þú getur kannski hugsað að þetta reka eitthvað fyrirtæki. Er klókt hjá þér að vera í einhverjum vörnum inn í dómsal á móti forseta Bandaríkjanna? Sem er alltaf með eitthvað svona hótanir. En sumir segja það að eitthvað í Bandaríkjunum geti stoppað Trump og það var dómskerfi nefnt og það kom frétt í dag að Hæstiréttur hefur Lisa Cook sem að Trump rak út úr stjórn Seðlabankans að hún fær að halda starfinu á meðan hún verst uppsögninni. Hérna er frétt frá miðjunni sem er fréttavefur, 3 áraðalegir gagnagrunnar. Þetta er þetta er þannig, þeir voru að skiptast á í þinginu og Sigurður Ingi upplýsir þar og talar það að ríkisstjórn á hverjum tíma hefur 3 gagnagrunna þegar að vera að rekna út verðlagsbreytingar og fleira, að það er Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það er Hagstofan og svo Seðlabankinn. Og þau eru að rekna saman dæmið en fá ekki sömu útkomuna. Og þetta sé bara í versta mál þessu er þetta ekki verið breytt En við hefum nú veika vonum það að Sigurður Ingi verið hjá okkur sundaginn. Á sundaginn, kemur í ljós. Viðskiptablaðið segir frá því þeir gera svona könnun á meðal svo kallara markaðsaðila og það er allir sem að búast við að vextirnir verið óbreyttir. Við verðum áfram með okurvexti hérna í Íslandi. Verðbólgan fór aðeins niður að 1 mánuðin og aðeins upp næsta. Nú er svona ákveðin grunur það að hún geti farið aftur upp vegna hækkunar á flugfargjöldum. Kemur í ljós. Ég veit ekki hvort að við höfum að staldra við þessa deilu Stefáns Einars við rithöfundar landsins. Andri Snær svaraði honum af því að hún bendir á eins og allir aðrir hafa bent á að þeir kunni ekki að telja. Kunni ekki að reikna og kunni svo ekki að skamma sína því að Andri Snær sendi tilkynningu til Moggas að það veri ránt, hann hefði gefið fleiri bækur og hvort það geti ekki bara leiðrétt þetta og þeir leiðrétt þetta ekki en buð honum að mæta í spursmál eins og það verið hægt að deila hvað verið sagt, hvort hann hefði gefið út 5 bækur eða 15 að það verið svona diskussjón það á móti Stefán Einari. Og svo er hann með höfundaverk önnur heldur en bækur líka inn í þessu. Já, hann auðvitað sótti ekki ritlun sem bókahöfundur heldur sótt hann sem leikskáld og þýðandi. Já, hann er þýtt helling og svo og skrifaði handrit að kvikmynd og flera.
Ég ætla að stökkva hérna í frétt frá Morgunblaðinu sem svona aftast hjá okkur, eða næstastast. Það hérna seinkun fréttatímans endi skoðun. Þetta tengist okkur hérna, því að við erum með fréttir hérna klukkan 8 og við völdum það því að RÚV var með fréttir klukkan 7 og svo Kastljós og þau eru búin klukkan 8 og það byrjaði svona venjuleg dagskrá. Þannig við ákveðum að vera klukkan 8 fyrir þá sem að hafa svona áhuga á fréttum og það sem að kalla current affairs. En RÚV hefur núna breytt þessu þannig að nú er þetta til korter yfir 8. Þannig að við höfum kannski eftir að ákveða hvort að við höfum bara að lúffa fyrir stóra kallinum og byrja fréttirnar okkar korter yfir 8. Kannski eru bara könnun á meðal áhorfenda okkar. En þetta er frétt það að þau voru að hugsa að flytja allan fréttatíman til 8. Þannig að RÚV leggur eiginlega mikið á sig til þess að Sko, þeir lögðu af Ég sé ekki að skemma fyrir okkur, en það fyrir svolítið leiðilegt að við ekki bara ákveðs eitthvað að vera einhvers stað. Þeir 10 fréttatími var tekin af og þá sögðu þeir að þá ætlar að lengja fyrir fréttatíma. Þess vegna er Kastljósið komið fram yfir 8. Veistu á hvaða dögum þeir ákveða að lengja hann? Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum. Veistu á hvaða tími við erum með fréttatíman okkar? Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum. Þeir eru ekki að lengja hann á föstudögum, laugardögum og sunnudögum þegar við erum ekki. Nei. Þannig að ég hef alltaf haft grunum að RÚV kann ekki alveg að vera ekki samkeppni. Nei, kann ekki að vera stóri. Nei. Ég ætla að skjóta inn bara síðustu fréttinni að Jane Goodall, górillukonan, hún dó 91 árs aldri. Blessuð sé minning hennar. Já. Sigurjón, María Lilja, takk fyrir fréttirnar. Hérna framundan er rauðaborðið. Ég benda á þeim sem eru að hlusta á okkur eða horfa á okkur á YouTube og Facebook. Þið verðið að finna nýtt streymi sem við sendum út fyrir rauðaborðið sérstaklega. Ef þú að horfa í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu, þá þarftu engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er hér eftir augnablik. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.